Já, áður við byrjum á afröðinni og skulum aðeins fara yfir það aftur hvað RMS eða hvað rafstraumur Hér svona rafall, hér svona spóla og hér segull, spóla sem snýr til segulsviði eða leiðara sem segulsviði. Ef við snýjum svo hér þá kemur ljós þetta, við býta rafmagn. Þegar spólan hér fer fram hjá segulsviðinu hérna, sem þetta sé bara norðurskautið þetta, hér niður svona, þá spannandi spenna og hún fer þangað. Síðan þegar sama spólan fer svo hérna í hinn áttina á hinu skautinu, þá snýst áttin við og rafmagnið fer þá í hinn áttina. Þetta svona lykilatriði til að skilja rafstraum. Þetta hérna það hér. Hér þetta leiðari eða spóla og tveir vírar úr henni og hér eru kolin sem ná rafmagninu úr spólunni. Þegar spólan svona, þá erum við hér. Þetta spennan. Þegar spólan hérna, þá engin straumur. Svo fer hún hérna inn, hún tappan, fer hérna inn í segulsviðið hér, þá ýtast rafmagn til spólunni og spennan hækkar og verður hér. Og svo lækkar hún og lækkar aftur hér og hér engin straumur. Ef það verður pera eins og hérna ásynið með peru, þá slökkt á perunni hér, hér og hér. Það ekkert rafmagn ásynið hérna, slökkt á henni. Og síðan fer hún fram hjá hérna suðurskautinu, hérna norðurskautinu á seglinum og þá snýst straumáttin við og þá teiknum við fyrir neðan strikið. Þetta þýðir að hér fer straumáttin hingað og hérna fer hún í hinn áttina. Og þá byrjar hann bara hér og svo fer hún svona, hækkar spenna og svo lækkar hún aftur og byrjar hún nýtt aftur. Þetta snýst 50 sinnum á sekundu og það kallað 50 Hz. Og þannig að rafmagnið að fara, segjum þetta sé virkjunin upp á Búrfelli, þá fer rafmagnið til Reykjavíkur og svo tilbaka upp í Búrfell og svo tygg, 50 sinnum á sekundu. Og þannig að merkið svona. Og þá þurfum við að finna út hve mikið afl í þessu merki. Og það gera með það að þeir taka þeir spyrja sig ef að þetta væri DC, hvaða formúlu getum við notað í þetta til að breyta þessu yfir í DC. Við vitum það að hérna eitthvað toppgildi, hérna, kallað VAF-P, volt peak, VAF-P og ef við deilum með rótinni að 2 upp í VAF-P, þá fáum við út gildi sem sama og ef þetta væri DC. Og þetta heitir RMS. Voltmælirinn okkar, það er að segja fjölsviðsmælirinn, þessi hérna, ef við stillið hann hérna á volt AC, þá þetta merkir sig fyrir inn í mælinn, en hann gefur ykkur upp eitthvað merki hérna, svona, sem heitir RMS, volt RMS. Og það þýðir það að þessi spenna sem hann gefur upp hér er það DC sem getur búið til úr þessu merki. Það er að segja 12 volt AC, þetta heitir AC, Alternating Current, AC, Alternating Current, er bara straumur og þú alternate, það fram og tilbaka. DC sem er batterið hérna, það Direct Current, það þýðir hann rennur jafnt alltaf í sömu átt. Þannig að 12 volt AC RMS með jafn mikla orku og 12 volt DC. Hér tekna tvær rásir, hér 12 volt DC og rafgeimi, rafmagnið fer alltaf í sömu átt bara gegnum peruna. Perun 6 ohm og þá straumurinn hér 2 ampere af því að margfeldi af straum og viðnámi spennan. Hér sama rásinn, sama peran og nú erum við reiðstraum sem svona fram og tilbaka og ef að mælirinn eitthvað gefur hérna 12 volt AC RMS þá eru 2 ampere hér líka. Þá sama afl á ferðinni ef það 12 volt AC RMS eins og ef það 12 volt DC. Þannig að merkið sem í rafmagnsklónni, það svona og áttu ykkur á því að það miklu hærri spenna á því heldur en 220 volt. Það 220 volt sinnum rótina 2 sem frá 0 og upp í topp. Effektíva aflið
er deilt með rótina 2 upp í hæðina hér. Þetta er svona aðeins hérna RMS-ið og til að finna hæðina hérna sem er 12 volt RMS hérna, 12 volt AC RMS, þetta sinnum rótina 2, það er þá hæðin hér á milli. 12 sinnum kvadratrótina 2 er jafnt og 16,97 volt. Þetta hérna er 16,97 volt pík. Þetta er hæðin hérna. 16,97 volt pík. Og svo ef við deilum rótina 2 upp í þetta hérna, 16,97 deilt með rótin af 2 og þá fáum við 12 volt. RMS. Nú skulum við byrja bara á verkefninu og hérna við erum að byrja á að finna viðnám í heitri peru.